Sælir eru svona bara aðeins svona stjörnuna sem í gangi hérna. Þið kannski alltaf máttu búast við þessu eftir að vinna England í 16 úrslitum á EM. Já, svona sýnum kannski svona smá hvað við erum næv að halda að við getum verið með mixed zone hérna með 8.000 sjónvarpsviðtöl. En hérna við erum bara að reyna að gera okkar besta í að vera sýnilegir og svoleiðis og hérna en auðvitað þetta svona bilun og við svona vissum það að við erum að fara að spila við Frakka og það er stórt og hérna Frakkar eru mikið að fylgja sínu liði. Það eru 3-4 sjónvarpsstöðvar allan daginn bara í umfjöllunum EM, þannig að það er bara eðlilegt. Svona þessi, ég veit ekki, þetta fræ sem að Lars plantaði á blaðamannafundinum í gær með þegar strákarnir voru seinir í mat. Það var enginn sem spurði hann neinu, okkur fannst þetta þannig að kom bara svona að hann ætlaði að koma þessu að. Var þetta eitthvað sem þið voru svona mjög ósáttið með þegar við fórum svona að melta þetta betur? Nei, það er bara svo mikilvægt á þessum tímapunkti þegar það er, eins og við séum, bara svo mikið hæp í kringum þetta. Ef þú ætlar að lesa allt sem er skrifað íslenska landsliðið eða hvern einasta leikmann, þá myndir þér ekki duga dagurinn til þess. Þannig að ef við ætlum að eyða öllum deginum í það eða tímanum í það að vera frægir núna, þá erum við ekki að fókusera á það sem skiptir máli. Nú bara er aðalmálið að fókusera á undirbúning fyrir Frakklandsleikinn og við gerum það bara með því að ýta öllu öðru til hliðar og þess vegna það er nú svona ein ástæðan fyrir því að við erum ekki allan daginn á blaðamannafundum og við reynum að þjappa þessu saman á svona ákveðna tíma og svo er það bara búið og fyrir utan þann tíma þá viljum við ekki vera í því því að eins og ég segi, ef við erum að gera eitthvað annað þá erum við ekki að fókusera á það sem við þurfum að fókusera á akkurat þessum tímapunkti. Nú eru tveir svona að margra mati bestu leikmenn Frakka í mótinu í banni á móti okkur. Það muni há þeim eða eru þeir bara með það hópa það muni ekki skipta máli? Já, ég held að svona með þá leikmenn sem að detta inn í liðið okkar mati þá veikist þetta lið ekki neitt, það koma bara öðruvísi gæði inn í það og hérna þetta er líklega besti leikmannahópurinn af öllum ef við tölum einstaklinga í keppninni. Talar fjölmennina hérna frá öllum þessum löndum og er frönskur eða eitthvað ágengir á ykkur? Nei, ekkert frekar en aðrir. Það voru náttúrulega Bretar á undan Frökkum og hérna þannig að við bara í rauninni reynum bara að vera kurteisir við alla og þannig held ég að við fáum ákveðið respekt líka. Þannig að við látum ekkert fara í taugarnar á okkur og koma í skrýtnar spurningar. Hvernig er það? Þið náttúrulega komið nokkuð snemma saman allavega strákarnir úr stærstu deildunum þannig að samvinna var búin að vera svolítið mikil fyrir mót. Svo verður náttúrulega sem betur fyrir verða 12 dagar að sko 17 og 17 verða 3 vikur. Er það að gera eitthvað öðruvísi? Er það að finna upp okkur leið til að breyta upp á nýjungu til að brjóta hlutina upp eða svona hvernig reyna að díla við þessa löngu samvinnu? Já, við erum auðvitað með svona ákveðið plan í þessu öllu saman. Við erum með dagskrá, til dæmis í gær, þá fannst okkur bara að vera nauðsynlegt að gefa mönnum andlegt og líkamlegt bara frí frá, bæði frá okkur, frá fundum, frá æfingum, þannig að menn gátu bara gert það sem þeir vildu í gær og stór hópur fór í golf, stór hópur fór í siglingu vatnið og svona, borðið úti og á veitingastöðum og svoleiðis, þannig að það er gott að vera Íslendingur að því leytinu til að þekkja okkur svo fáir. En hérna, það var held ég mjög nauðsynlegt. Ég vona að leikmenn komi brosandi á æfingu í dag. En auðvitað erum við með svona, við erum í keppni á hverjum degi í svona ýmsum hlutum. Þorgrímur er meistari að finna það og fékk núna Magga Gylfa til þess að stjórna nokkrum keppnum. Þannig að það er kútvöllur þarna og svona, þannig að það er svona, við erum svona stundum eins og eldri borgarar, það er alltaf einhver keppni á hverjum degi. En hérna, þetta finnst strákunum gaman og hérna, svo bara er þetta góður hópur þannig séð, það eru góðir vinir, þannig að góðir vinir geta verið lengi saman. Hversu mikilvægur er þessi bær ansi, við þurfum að tala hótelið og allt það búið að vera mjög gott að vera hérna, en út af athyglinni og því, hversu er það gott að vera bara í svona 50.000 manna túristabæ þar sem er kannski svolítið mikið eldra fólki og Kínverjum og svona þar sem við höfum allan síðan svona í bæ, þannig að vera ekki í einhverju stórborg þar sem þeir gætu vant að ekki svona farið út. Þarna kemur að bara lykil þætti í dag sem að til dæmis ég gerði mér ekki alveg nógu mikla grein fyrir í upphafi. Hversu miklu máli það skiptir að vera á stað þar sem að þú getur verið algjörlega einn. Við erum á hóteli þar sem við erum algjörlega einir, við þurfum ekki að taka tillit til einhver annarra. Hérna er umhverfið bara þannig að það er svo fallegt hérna að það svona róar mann niður. Bærinn, ef þú vilt fara í bæinn, þá er það bara, þú getur verið þar frjáls og hérna, þannig að það er ekki mikill fótboltaáhugi í Annecy.
Þetta eru meira svona, já, virðast vera svona aðeins velstætt fólk sem bara í sínu sumarleyfi hérna yfir helgi og svoleiðis og þetta er bara fallegt, þetta er rólegt og þegar maður fyrir að hugsa núna sko, hvað er best fyrir íslenska landsliðið á þessum tímapunkti, það hefði verið hörmung að vera í miðbæ með fullt af blaðamönnum alltaf fyrir utan hótelin. Ég held að þetta hafi verið einn lykillinn í því að við erum að ná þessum árangri.